félagslegi þátturinn sem þú nefnir að fólk svona þorir ekki alveg að fara alla leið. Ég held að hann sé líka í mörgum tilvikum ekki bara þannig að fólk þorir ekki að segja skoðanir sínar, heldur líka að það bara hreinlega leyfir sér ekki stundum í ákveðnum tilvikum að kjósa ákveðna hluti, bara vegna þess að það bara finnst það óhugsandi þótt að hugsanirnar í raun og veru bendi til þess. Ég að mörgu leyti upplifði það á einhverjum tímapunkti í mínu lífi að maður svona var eiginlega farin að hugsa einhvern veginn allt öðruvísi en höndin hún drífur að einhverju sem að maður svona upplifir örugt félagslega í einhverju skilningi. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að breyta og eitthvað sem við munum breyta og erum að breyta og finnum að breytast mjög mikið félagslega. Þetta er ekki lengur, ég finn bara mikla breytingar á félagslegu umhverfi, saman bara það að ég segi bara minn hug og svo sé ég hvað gerist, en mér líður ekki eins og ég upplifi mjög mikla félagslegar neikvæðar afleiðingar af því, ólíkt því sem hefði kannski verið fyrir 3 eða 4 árum. Þótt ég sannarlega upplifið einhverjar félagslegar neikvæðar afleiðingar, alls konar fólk sem nennir ekki að tala við mann er brjálað, en veistu hvað við? Tímarnir eru sannarlega að breytast og farvegurinn fyrir það á Íslandi verður augljóslega Miðflokkurinn. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.